kvöld og velkomin í laugardagskvöld á þessu haustkvöldi. Það lítið annað að gera en að koma sér vel fyrir í sófanum því það eru 3 góðir gestir á leiðinni og tónlist frá hinu eina sanna Ríó tríói. En fyrsti gesturinn fremur jarðbundinn bankamaður og sveit sem nýlega var þáttakandi í einhverju viðamestu uppstokkun á íslensku viðskiptalífi sem hér hefur farið fram. Fáum inn forstjóra Íslandsbanka, Bjarna Ármannsson. Já, komdu blessaður sæll Bjarni Ármannsson. Gaman að fá þig þáttinn. Takk fyrir því. Fá sæti. Ertu ekki léttur og kátur? Jú. Já. Og það er að vera það? Jú, maður verður að vera það. Sérstaklega þessum þætti. Hér eru allir svo rífandi hressir. Akkurat, ég sé það. En hérna, er ekki hérna, ég náði þér núna inn í þetta því að það er svona kannski aðeins rólegra hjá þér heldur en undanfarnar vikur. Það er aðeins rólegra. Er ekki eitthvað spennufall eftir þessi miklu læti? Ekki kannski beint spennufall. Nei. Þetta er í rauninni svolítið eins og langhlaup og það er alltaf verið að taka millitíman og það er alltaf einhver árangur að nást og maður getur svona verið sáttur eða ósáttur við það. En það verður alltaf að halda áfram. Já. Það verður alltaf að skila árangri og halda viðskiptavinum ánægðum og hluthöfunum ánægðum og öllum þeim sem maður þarf að svara til. Já. En svona, sko, við sjáum þetta bara venjulegt fólk út í bæ, sjáum þetta bara sem einhverja fréttir í blöðunum eða sjónvarpinu þar sem allt í einu poppar upp að þið séu búnir að gera breyta íslensku viðskiptalífi. Hver er undanfari slíkra breytinga? Hvað er búið að gerast bak við tjöldin? Hvað gerir þú til dæmis til þess að þetta gerist? Ég má nokkuð tíma að segja það sem gerist bak við tjöldin. Jó, svona. Svona laugardagskvöldi. Já. Já, allavega það sem gerist er að svona mál eiga sér auðvitað alltaf einhvern aðdraganda. Já. Og þetta er alltaf spurning það hvað vilja menn og hvað vilja þeir sem eru ráðandi í ákveðnum fyrirtækjum. Og svo tala menn saman og stundum kemur eitthvað út úr því og þetta mál er búið að eiga sér svolítinn aðdraganda og það er ljóst að hugur margra stóð til þess að svona kaupa ákveðin hlutabréf og vera þá tilbúin til að selja önnur og allt í einu er þetta komið upp í milljarða eða milljarðatugi og eins og þú kannski lýsir þessu svolítið svona uppskipti. Já, en sko ég áttum ekki, ég meina, tekur þú upp símann og hringir í Björgól og segir, heyrðu, ættum við ekki að gera eitthvað hérna saman, ég meina, hver er fyrst að skrifa í svona hluti, ég meina, þetta er ekki auglýst til sölu? Nei, það er alltaf langbest að upplýsa aldrei um svoleiðis, en auðvitað gerist það samt þannig að menn tala saman og menn hittast og spjalla og hittast bara fyrir tilviljun jafnvel eða eitthvað? Já, svona viðskipti geta átt sér ótrúlegustu uppruna og kannski upp úr öðrum og óskildari málum. Já. og maður ekki segja eins og Forrest Gump sagði, and that's all I have to say about that. Já, ég fæ ekki upp úr það í sjálfu sér, en það sem mér finnst líka áhugavert við þetta er það að hérna, nú erum við aftur farin að tala við Íslendingar hlutabréf, þessi fyrirtæki. Við erum farin að tala svona dálítið eins og við töluðum á þessum brjáluðu árum 99-2000 þegar góðærið hérna var hér upp á sitt besta. Fíkóta meiri sem var að hækka aftur sem þá var í góðu gengi. Hérna, finnst þér, erum við að sigla inn í eitthvað annað svona brjálæðist tímabil eins og þá? Ég vona nú ekki. Nei. En það er alveg ljóst að til að mynda hlutabréfaverð hér á landi hefur hækkað mikið á þessu ári. Hækkaði mikið á síðasta ári líka þrátt við gerólíka þróun erlendis til að mynda. Já. Þannig að það er alveg ljóst að hér hefur ríkt miklu betra árferði heldur en annar staðar. Já. Og það er ljóst að þessu ári er einkaneysla sem að vísi nú í hagfræðilegu orð aftur farin að vaxa og mun meira en kaupmáttur sem gefur svona til kynna að einhver myndi orða þannig að eyðsluklófum væri aftur farin af stað. Já, Dívar sagði sko eyðslufyllir ég væri byrjað aftur. Já. Þannig að það er auðvitað gott ef að kaupmáttur fer vaxandi og við erum búin að búa við það hér í 9 ár. Þannig að ég held að sé ástæða til að fagna því en að samanskapi held ég að við höfum nú lært heilmikið af 99 og 2000. Já, heldurðu það? Ég held það. Ég held að þú varst nú að lýsa með þessum jarðbundnum. Ég held að menn megi ekki missa jarðsambandið. Nei. En að samanskapi þá verða menn að ganga með höfuð uppréttir. Já. En á þessum tíma þá varst þú til dæmis dálítil hetja. Þú varst hjá mér 3 í viku í Kastljósinu og ég meina verðbréfamenn voru sko orð dagsins og þetta var svona eins og bara bingo eða einhver keppni og einhvern veginn menn fóru fram og aftur og sjálfu sér alveg oft á dag. Já, ég held að þetta var mikið þroskaferli fyrir bæði markaðinn eða þetta var það þannig og fyrir þá einstaklinga sem í því tóku þátt. Já. Og fyrir suma var þetta dýr lexía en aðrir svona komast klakklaust út úr því og eru þá enn eldari heldur en áður, kannski eins og Snæfríði Íslandssólu var lýst að vera eins og sá reyrstafur sem að ekki brotnar heldur bognar
undan átækinu en jafna sig svo við og þá jafnbeitt sem fyrr. Og heldur að við náum því núna í þessu seinna góðir ef maður orðað þannig? Ég held að framundan séu nú nokkuð bjartir tímar. Hér er mikil fjárfesting framundan, sérstaklega í stóriðju og áliðnaði og það þarf auðvitað að ganga varlegum gleðina dyr, en engu að síður ég sannfærður það að framundan höfum við úr að moða aðstæðum sem hægt að vinna vel úr. Já, ég vona okkur takist það. Þegar þú ert ekki gamall maður, hvað er þetta ekki 35? Ég er 35 ára. Já, en þú ert búin að vera forstjóri eða stjórnandi í stórum fjárfestingafyrirtækjum eða bönkum í 7 ár. Fyrir 35 ára mann þá er þetta náttúrulega mögnuð tíðindi, síðan varst 28 ára gamall eða svo. Já. Farðu aðeins örstuð yfir hérna feril, hvernig gerðist þetta eiginlega? Já, ég veit það nú eiginlega ekki, sko. Ég kem heim frá námi 96 og gerist þá forstjóri Kaupþings. 28 ára gamall. Já, og þá er síðan vorið 97, þá eru þessar miklu lagabreytingar tilurð fjárfestingabankans og að breyta Landsbanka og Búnaðarbanka í hlutafélög og svo framvegis og ég er síðan ráðinn sem forstjóri fjárfestingabankans þarna síðla árs 97 og tek svo þátt í þessari einkavæðingu á honum og sölu og síðan samruna við Íslandsbanka árið 2000 og er búin að vera það síðan. Og búið að vera mjög skemmtilegu tími og vinna með alveg frábæru fólki og það er nú það sem að gerir þetta allt saman, sko. En hvaða eiginleika heldur þú að þú hafir sjálfur sem verða til þess að þú ert 28 ára gamall, ráðinn sem forstjóri þar sem að í fyrirtæki sem fullt af fólki með peningana sína og það er hérna mikið í húfi, milljarðar og þú ert 28 ára gamall og ráðinn til þess að stýra þessu. Hvaða hæfileikar eru það í þér sem að gera þetta verkum og síðan það er vegt tillur orðað þannig sem eftir að hafa komið? Ég held nú að ég sé ekki rétti maður en og ég er ekki að vera að velta því fyrir mér sérstaklega. Ég skal spyrja fleiri líka, sko, en hvernig myndið þú svara því? En þetta er nú fyrst og fremst spurning að, held ég, vera á réttum stað og réttum tíma. Þetta bara hentaði ágætlega fyrir alla að treysta mér fyrir þessu og svo hef ég verið svo lánsamur að vinna með mjög góðu og skemmtilegu fólki í gegnum þessi ár. Ertu þetta mjög sparsamur sjálfur? Ég myndi segja það, já. Herðu, áður þú fórst í þessa rússíbanaferð sem þú ert ennþá í, þá varstu bara venjulegur ungur drengur hér í þjóðfélaginu og er enn. Já, enn. Varst meira að segja í stúdentaráði. Sjáum aðeins þar sem þú lest kannski fyrst til inntaka og opinberu vettvangi sem fulltrúi í háskólaráði. Einmitt. Í háskólanum. Kíkjum á það. Hvað er það helst sem aðgreinir ykkur frá stefnumiðum Röskvu í þessum kvöldum? Það sem aðgreinir okkur einna helst er það að við viljum pólitíkina út úr stúdentaráði. Við viljum það að stúdentaráðsliðar beini kröftum sínum óskipt að beinum málefnum stúdenta, þá sérstaklega menntamálum. Það sem aðgreinir okkur í lánamálum er það aftur á móti að við viljum það að sé tekið minna tillit til teknanna. Þeir vilja þess tekið sér aukið tillit til þeirra. Það er reiður. Já, allavega með skoðanir. Vissi hvað við vildum gera og þetta var afskaplega skemmtilegu tími. Ég sat hann í háskólaráði og reyndar fyrra árið með Sigurjóni Þorvaldi Árnasyni, bankastjóra Landsbankans og þá var einmitt gjaldkeri í vöku Hreiðar Már Sigurðsson, nú bankastjóri Búnaðarbankans, þannig að þetta rekast þessum allt aftur til stúdentaráðsárana. En þetta var skemmtilegu tími og við náðum ýmsum árangri. Við náðum að koma á þessari gæðakönnun í háskólanum og færa prófin aftur í desember og ýmsum svona umbótum í menntamálum til hagsbóta fyrir stúdenta og lykilatriði eins og þarna kom fram, pólitíkin út. Pólitíkin út. En þetta sjáðu svona ungan minnir mann á það, á þessum tíma sem þú hefur verið að taka við stjórn þessara fyrirtækja og stjórna þeim með glæsilegum hætti og raun ber vitni, þá hefur náttúrulega líka verið einfaldlega venjulegur ungur maður að gera það sem ungir menn gera, stofna fjölskyldu, komið þér þakki yfir höfuðið og svo framvegis. Já. Hvernig hefur náð að púsla þessu saman? Ég er ekki viss um að það hefur gengið alveg nógu vel. Nei. En að því leytinu til að tímaforgangsröðunin hefur kannski ekki verið eins og maður endilega sett upp með. En ég er giftur maður, giftur mig 95 og við erum 3 börn og vona á því 4. Nú, hvað er þetta hvenær? 30. nóvember er dagsetningin sem skrifuð er. Hvað er þetta? 4 barna faðir að verða? Já, og ég er meira að segja farin að hlakka mikið til þá að taka feðraorlof í framhaldinu af því og geta sinnt þessu svolítið betur og kannski unnið eitthvað af því sem ekki hefur tímalega farið rétt í undanfarið.
En það eins og í svona viðskiptum sem hafa verið undanfarið þá segir það sér sjálft að þegar menn eru á samningabundum fram á nótt þá menn ekki að svæfa börn. Einmitt. Því miður. Þú ert alveg sveitamaður, þú ert úr sveitir það ekki? Jú. Ég er fæddur á Steinstöðum og Akranesi sem var þá rétt aðeins fyrir utan bæinn er núna Flatarhverfi eða elsta byggingarland Akurnesinga. Einmitt. Þannig að þetta fór svona inn í bæinn, þannig ég fór ekki á mölina, mölin kom til mín. Og þetta var bara venjulegu búskapur þarna eða hvað? Já, þarna var semst kindur og kýr, svona þessi hefðbundni blandaði búskapur sem að síðan svona hefur dregið úr með árunum en skilur eftir ræturnar. Þannig að draumurinn var alltaf að verða bóndi. Já. Talandi það, við eigum einslag vegna þess að fyrir nokkrum árum þá fór Eva María, vinkona okkar, með þér upp í kartöflugarða aðeins að sjá hvernig þú ávaxtaðir þig þar. Við skulum líta á það brot. Bjarni ræktaði kartöflur á Akranesi og Seldi. Ekki óhugsandi að það hafi verið upphafið á viðskiptaferli hans. En hann enn að þó hann selji þær ekki lengur. Skammt fyrir utan bæinn á hann sér kærkomið athvarf í litlum kofa og þar hann enn með fingur í sverðinum. Ég hef mjög gaman að því að vera skítugur á höndunum og fara út í garð og reyta arfa og setja niður og taka upp. Og þá kannski sér maður einmitt, kannski ekki gróskuna en maður sér afleiðingar gjörða sinna og maður uppsker í samræmi við það sem maður sá. Þetta náttúrulega greinilega bara svo hugmyndar sem þú fer með inn í bankana beint úr sveitinni. Bara uppskerinn sem maður sá en í þínum huga þá það raunverulegt, þá það kartöflunar. Þetta verður alltaf eiga þessi samsvörun í raunveruleikanum og ég get verið mjög stoltur núna því að sumarið í sumar held ég bara besta í sögunni hvað uppskeru varar. Já, og þú ert ennþá kartöflunar? Já, reyndar, hérna var þetta í Skammadalnum, hérna, innan Mósfellsdalnum og núna er ég komin upp í Skorradal. Já, með kartöflurækt. Og hérna ræktar bara fyrir sjálfa þig eða? Já, þetta er nú ekki, það er ekki mikil völlur á mér í kartöflurækt. En þegar maður, þú er svona jarðbundinn maður úr sveit, en þegar maður hugsar þig og held flestir landsmenn þá hugsaður peninga. Menn þess að þegar þú kemur fram þá ert þú að tala peninga, þú ert að tala að hlutabréf hafa farið upp eða einhver fyrirtæki séu verð mikil eða verð lítil eða eitthvað slíkt. Skipta peningar þig miklu máli bara svona prívat? Mér alltaf minnistætt þegar ég var í Fjölbrautaskóla Vesturlands og Akranesi. Þá fórum við 2 bekkjarsystkin einu sinni til Reykjavíkur til spákonu og vildum svona sjá framtíðina og allt það. Og spákonan sagðist sjá hjá mér og sagðist náttúrulega sjá fullt af hlutum og allt það. En sagðist sjá svolítið peningum í kringum mig. Og ég var þá gjaldkeri fyrir sjoppuna og það var svona í forsvari fyrir útskriftanema, safni í ferðasjóð og þarna var þetta komið ansi glögg þessi spákona. En síðan hefur þetta svo sem tekið á sig aðra mynd. En ég myndi segja alveg frá barnæsku hef ég verið sparsamur og hort á svona peninga af svolítið alvöru. Þannig að ég held að eigi sér það er rætur og það er auðvitað rætur í uppeldinu og hvað sem hann fylgir úr föðurhúsum. En að það skipti máli upp á það að gera að telja þá eða passa upp á þá og allt það það skipti kannski ekki máli nema upp á annað heldur en það að maður hafi fjárhagslegt sjálfstæði og geti svona verið sjálfstæður fyrir sína hönd og fjölskyldunar gagnvart umhverfinu. Að því leitinu til held ég að peningar skipti máli og svo þeir auðvitað hreyfi af hluta. Það er hægt að koma góðum hlutum í verk með hjálp peninga. En skapa þér hamingjuna? Ég held að það verið orðað þannig að þeir gera það ekki en það sé afskaplega erfitt að lifa án þeirra. Já, einmitt. Þannig að ég er ekki viss hvort að spurningin er svona rétt í þeim skilningi að þeir eru ekki það sem að málið skiptir en alveg eins og með útsæði á kartöflunum þú verður að hafa það til þess að þetta byrji en svo er ýmsir aðrir þættir sem ráða vextinum og hvað úr þessu verður. Fínt svar. Herðu, að því að þú ert utan á landi þá ætlum við að fá að heyra lög af nýjum diski sem heitir einmitt Utan á landi með þínu gagnmerka Ríó tríói sem ég veit að þú tengist og hlustaði mikið á þínum yngri árum. Ég gerði það. Þeir eru komnir hérna á tónlistarsviðið. Við höldum áfram að tala við þig eftir Bjarni og Helgi Pétursson kemur hérna með okkur í spjallið. Laka til. En það var gaman að tala við þig svona þessa stund. Já. Og við skulum fá Ríó tríó. Þessir ágætu gleðipinnar senda frá sér safnhlutu í fyrra sem hét Það skánar varla úr þessu. Hvort sem það er rétt eða ekki þá eru þeir konur með ágæta nýja plötu. Við ætlum að fá að heyra eitt lag af henni og Helgi P, hvaða lag ætlum að fá að heyra? Gísli, þetta er enn ein perlan eftir Gunnar Þórðarson og ljóð eftir Jónas Friðrik. Það heitir Einn á ferð.
alltaf einn á ferð og þér finnst bara skrítið þegar fólk sem vill þér vel verður fyrir þinni sker vælist áfram hver og ein þér finnst hreint ekki lítið til af allskyns óþarfum og undarleg manneskjum blessuð sumarsólin skín svona líka björt og fín sendir æst í glens og grín geisla sína inn til þín kemst á klaka hjúpin los kveiknar jafnvel gamalt bros allir finna yndið sig opnaðu nú hjarta þig þú ert alltaf einn á ferð enda fáum að treysta best að vera varum sig vinir gætu svikið þig rétt að vera alltaf einn ekki hætta á neista sem gæti orðið ógnarbá opnað dyr að þinni sál blessuð sumarsólin skín svona líka björt og fín sendir æst í glens og grín geisla sína inn til þín kemst á klaka hjúpin los kveiknar jafnvel gamalt bros allir finna yndið sig opnaðu nú hjarta þig sólin skín svona líka björt og fín sendir æst í glens og grín geisla sína inn til þín kemst á klaka hjúpin los kveiknar jafnvel gamalt bros allir finna yndið sig opnaðu nú hjarta þitt Held ég, Helgi Pétursson blessaður sæll, velkomin í þáttinn. Gaman að hafa það. Takk fyrir þetta. Fáðu sætti. Takk. Heyrðu, þú verður að fyrirgefa, ég skildi minnast á þetta þarna að það skánaði allavega úr þessu. Ég var með ykkur hérna fyrir árið síðan og þá voruð með þá plötu og... Já. Þá einhvern veginn var það svona, það var eiginlega staðan á því tímabili að menn svona horfðu yfir farin veg og við héldum svo sem að þetta væri Svanasöngurinn en svo bara, já, tóku við fæðingarhríðir núna bara eftir áramótin og úr varð ein plati viðbót. Utan á landi, þetta er skemmtilega plata, hún er svona, þið eru aðeins í, eins og tónlistargagnrýnendur segja, þið farið tilbaka í ræturnar. Já, sko við spiluðum mjög mikið í kjölfar á þessari plötu hinni og út um all land og þegar menn fara að verða svona mikið saman þá fer að gerjast eitthvað, eitt lag og... Hvað er plata í rauninni? Hvað er búin að gefa út margar? Það veit ég, 23 eða eitthvað svoleiðis. 23 plötur? Já, eitthvað svoleiðis. Er ekki rétt munað hjá mér, Bjarni, þú komst nú að útgáfinni á einni þeirra? Við höfum verið í útgáfast það sem við sagum. Það var nú þannig alltaf að gera eitthvað 94 helgi sem að Ríó Tríó gaf út plötur sem hét Landið fíkur burt. Og þá var ég hjá Kaupþingi og við vorum svona bakhjarlar og
fjárhagslegi bakkallar að útgáfunni. Fínt verkefni. Þetta var virkilega skemmtilegt. Það var svona landgræðslu verkefni og gaman að eiga við Bjarna í því sambandi og gekk allt ljómandi vel. Bóndinn lætur til sín taka víða. Opinn fyrir þessu og það er svona, má segja, vissulega eins og Bjarni var að tala áðan, þar peningarnir geta verið hreyfiafla og svo mörgum sviðum og eru það og þarna þurftum við svolítið á hjálpa að halda í skógræktar og landgræðslu átæki sem ég held að hafi skilað sér. Til dæmis þetta lag er lifir. Ég man eftir stóru sjónvarpsþætti þetta eitt sem ég aldrei skilið, það er þetta nafn, Tríó. Þið eru 3 náungar á Kópavoginum með svona íslenska þjóðlega tónlist og heitið Ríó Tríó. Þeir sem við litum mest upp til á þessum tíma var Savana Tríóið. Og það er svona eitthvað suðrænt nafn, og við brutum heilan mikið þetta, hvað við getum, hvað þetta geti heiti hjá okkur og eitthvað. Svo held ég að það hafi verið Óli sem kom bara með þetta, hann tók bara téð framan af Tríói og við bættum þessu svona fyrir saman. Já, þess að Tríó er svolítið glata. Já, það gekk eitthvað. En þetta er ekki flóknar en þetta eins og við minna þetta. Það var engin sérstakur hugsun? Nei, ekki nokkur, eins og kannski svo mörgum öðru því sem við höfum tekið okkur fyrir. Þið hefði ekkert verið á kjötkveðhátíð í Suðurlöndum og dottið í huga. Nei, svo hef ég hins vegar ég hef farið inn á netið og það eru til Ríó Tríó. Ein 3-4, eitt klassískt, mjög að því virðist vinsælt. Frá Brasilíu myndi það ekki? Já, frá Brasilíu. Og við þurftum nú eiginlega að stofna einhvers konar vináttusambönd. Þegar vinnarhljómsveitir. En þið verða að vera lengur heldur en Stones. Það er svona íslenska stoltið í því. Já, þetta er náttúrulega svo breytt. Einhvern tímann var maður einmitt að velta þessu fyrir sig. Maður er orðinn rúmlega 50 og maður stendur hérna og spilar músík og maður hefur gaman að því. Fólk virðist hafa gaman að þessu. Við höfum gaman að þessu. Akkur eigum við það bara að hætta þessu. Hvenær voru sett einhver aldurstakmörk í þessum málum? En var það ekki alltaf tíðarandi hérna áður fyrir að þú varst 23 ára og varst ennþá í tónlist, það varst bara glataður? Ég oft hugsaði þetta, við vorum til dæmis svona 22-23 ára gamli, þá vorum við með sjónvarpsþætti, reglulega sjónvarpsþætti hérna í sjónvarpinu. Við seldum plötur í bílförmum, við spiluðum 5., 1., laugardag og sunnudag og oft á kvöldi. Við þvældumst allt og ég var með töluvert og verulega hærri laun heldur en pabbi gamli og aðrir í kringum mig. Svo sagði menn, heyrðu, vinnur þú ekkert góð? Ert þú ekki einhverju vinnu? Og það að menn yrðu áfram í einhverju svona, það var mjög fjarlæg hugsun og voru sára fáir af þessum svona poppurum sem voru í þessu sem bara lifibrauð. Gunni Þórðar og einhverjir kannski einhverjir slíkir. Sjáum brot frá ferlinu, við eigum nokkrar, hann er búið að sína svo oft alls konar hlutir á okkur. Ég held að Egill hafi grafið upp eitthvað sem kannski hefur ekki sést alveg jafn oft. Sjáum brot af ferli Ríó Tríós. Lögin sem við leikum í kvöld eru flest í léttum. Lít ég hér löngum lögregluna dýra, með öllum öngum umferðinni stýra. Losa það sem þarf að losa, tukla eins og venjan leikin við að ljú og brosa, látast elska verða ber, sýna allar æfingarnar, eina kvöldstund gleyma sér. Óli, ó. Ég vil ekkert vesen við þeim, enga víða þegar burt ég fer ónei. Svo góðum megin til, ætti að duga svona gerum við, ég vil jú ekkert vesen við þeim. Pompadri-fadrallala. Gráti væl og gremju tóni gegni nokkur kjaftur, syngjum datt og höfum hatt, eftir glasið aftur. Gætuð þér þá sagt mér á hvoru endanum maðurinn er vakinn? Ég get það, já. Þessi ljótari. Hurðir þið séð nokkuð, þá má nokkuð þekkja þá sem drekka. Jáhá. Á þeim félögum sem þeir þekkja. Þá stóð svínið upp og lappaði heim á leið.
Þetta er frábært. Þetta er frábært. Miklu grínarar. Já, Þetta er klassík orðið. Já, þið takið ykkur ekkert mjög hátilega. Þið eru ekki eins og þessi tónlistamenn sem vilja helst að allir þegi í salnum og sitji og hlusti í andakt. Nei, það kom snemma. Ég veit ekki, einhvern veginn, við höfðum kannski, við höfðum voða gaman að þessu, en ekki endilega að þetta ætti alltaf að vera niður njörvað og ég held við höfum fljótlega séð svona tækifæri til þess að segja eitthvað líka með þessari músík og voru náttúrulega alveg ofbóðslega heppnir að fá tónskáld, með ljóðskáldi með, sko, fyrir utan náttúrulega tónskáldi Gunnar og vera svo með Jónas Friðrik alla tíð með þessa texta. Já, hafið ekki stundum verið aðeins svona beittir og pólitískt? Jú. Það er ekki bara að tala um Óla Jó, sko? Nei, og það er í þessu mikil satýra sem kemur frá Jónasi. Og það hefur okkur alltaf þótt, ég meina við höfum verið að, þegar maður er að fá nýja texta frá honum sem að virkilega er viðbót við það sem hann hefur verið að gera og við höfum rætt þetta saman og annað slíkt svona, við vitum á hvaða leið hann er með þetta lag, þennan texta og kemur út úr þessu svona ákveðin mynd, það er mjög gefandi að finna það, þannig er þetta búa til eitthvað sem að mun skila sér inn í umræðun, inn í hugsunina og fyrir okkur sko að vera búin að spila öll þessi ár eins og í vetur, ég man við vorum að spila í miðgarði í Skagafirði á laugardagskvöldi í nóvember og það var ekkert ball eða neitt, bara konsert með okkur, það var 400 manns og sko á fremsta bekk sátu sko 14-15 ára gamlir úlingar og kunnu hvert einasta lag. Þetta er gaman. Þetta gefur mannum, þegar þú konur í 50, þá gefur þetta mannum. Já, og það svona, og líka sko að krakkarnir kunna að meta hana kveðskap og það sem þarna er á ferðinni. Sko. Bjarni, þú ert nú alþekktur söngmaður, landsfrægur söngmaður. Hann meiri vilji heldur en geta. Mann þetta fréttum það að þú hefði verið að syngja með Bubba Mortens. Jú, það er það ekki rétt? Í bakgröndum eitthvað flögs og fiskifrétt, já, það er reyndar það eina sem er svona ljóðuráðustu ráðið að maður skulle vera að gefa sér í bakgröndum. Þú hefur ekki sagt það sem skilir fyrir greiðslunni til Landið Fík og Burt-verkefnisins að þú myndir fá að syngja 2-3 lög? Nei, það var, svo sannarlega vildi ég ekki skemma fyrir með þeim hætti. Ég hef heyrt Bjarni að syngja My Way og ýmislegt svona, hann er mjög liðtækur. Er það ekki? Jú. En ég man það, það var ekkert rætt endilega í kringum plötuna en það kom ekkert upp að Bjarni yrði með í upptökunum sjálfum, sko. Ég var aldrei komist út úr bílskúrnum. Þú ert í bílskúrsbandi, heyrðu, sjáum meira af fíblalátum ykkar Ríós manna, áður við heyrum annan lag, fá ekki að heyra annan lag og eftir. Já, sjáum fyrst meiri fíblalæti. Hvað er þetta, Dónaravalsinu eða hvað líka? Nei, við náttúrulega. Leikin á höggborg og fiðlu. Já, ég held að þetta sé eina lagi sem að ég hef allavega ekki heyrt annað lag spila á fiðlu og loftpressu. Það er svona svolítið sérstakt. En við höfðum tækifæri til þess að fá að gera alls konar svona hluti og gerðum það þá bara. Það var eins og til þess að ég sá þarna áðan innslag með Ólafi heitnum Jóhannesinni dómsmálaráðherra, sko, það hefði engin trúað því að á þeim tíma að þetta gæti gerst. Þetta var ekki þeim tíma sem utanríkisráðherra sungu til dæmis í þáttum eins og þessum? Nei, svo viltum við spila sá utanríkisráðherra aðalega sungið með mér, þannig að En það sem að var þetta fannst manni athyglisvert sem að bara ungum dreng, sko, sem ég raunverulega var þá á þessum tíma, það var þetta textagerðin. Og maður manu þetta eftir því þegar að textagerð var á svo innan gæsalappa lágu plani að það var mest þýðingar og frekar dabrar þýðingar og við erum alltaf minnist að þýðingin á Return to Sender sem var 3 tonn af sandi Andrés fær nóta timbur já heilan skó það var svona í línu við líka þessa uppbyggingu samfélagsins allir að flytja á mölina og byggja það var allir að byggja Nei, ég er ekki nokkur vafum að þetta er líkillinn að því að svona okkar velgengni það er að við höfum svona gett alveg staðið beinir í baki og flutt þetta efni sem að hefur komið frá okkur. Aðeins árum að flyttur næsta lag
Hvað með þið sjálfan þig? Þú ert aðeins á Skjá einum í vetur, það ekki? Bara svona smávegis að Með stinga innlit útlit, já. með valgerðin minni sem við höfum saman í mörg ár og hérna. Byrjuðu þið ekki með 1919 eða hvað hérna? Er það ekki? Jú. Já, sem að núna orðið Ísland í dag? Já, einmitt. Og unnum lengi saman og hún svona kom að máli hvort ég get ekki aðeins verið með og það kitlaði að fá að vera með svona kannski einu sinni í mánuði, eitthvað svona smávegis. Fyrir utan það, hvað ert að gera? Við hvað vinnur Helgi? Ég vinn hjá Orkuveitu Reykjavíkur, því ágæta fyrirtæki við almanna tengslum og kynningarmálum og er þar verkefnisstjóri. Við erum að móta ýmsar hugmyndir í þróun ferðamála. Virkjanir ekki lengur bara virkjanir, það er mikill möguleiki til þess að kynna fyrirtækið, kynna það sem við erum að gera, vistvæna orkuöflun og allt þetta sem við stöndum fyrir. Og þú missir ekki úr takt í kynningamálunum, heyri ég. Ekki verið að gera tónlistinni. Hvaða lag fá að heyra núna? Þetta lag heitir Þorpin og er kannski mjög dæmigert fyrir einn af þessum textum sem að koma frá Jónasi. Hann situr á Raufarhöfn og hann horfir á veröldina svolítið öðrum augum heldur en kannski við sem að sitjum hér fyrir sunnan. Og það vil svo til að það er mikill sannleikur í því sem að hann er að þarna gera grínað og það er svona veruleg satýra þarna. Textinu þannig, ef einhver í Reykjavík hefði samið en þá hefði hann verið tekinn af lífi. En því að maður út á landi sér sem það hafa ekki leið. Jónas sendi nú að vísu smá nóteringu með að hann kannski tjargaður og fyrirraður fyrir þennan texta, en það þá bara að hafa. Sjáum til, það er Þorpin utan á landi. Gjör það svo vel. Og þú kemur aftur, já. Það er nefnilega það og við erum tilbúin í Ríó. Tilbúin í annar lag. Þau standa svo víða með veginum, líkt merkilega sjá og maður ekur hjá. Óþarft að eyðýta deginum, að skoða svona stað og skilja ekki hvað. Fólk að flækjast hér, við vitum það ekki og kemur sér í annað plásta sem einhver menning Ótal og klúðusleg grummasku í kringum hringveginn með fulla bakkan sinn. Farinn á hausinn og hanga nú á hreppapólitík og bekki Reykjavík og maður ekur hjá. Óþarft að vera að stoppa hér nema þá það sem sæmileg sjoppa En kannski það ekki galið að geyma staðina svo hægt sé að rúta landið með ríka túrista að skoða hlúðana. Karlarnir færir með færin sín að fiska svoðið í menn gerðu grín af því og þetta því auglýst í útlöndum The Icelandic Dummy Show. Og maður ekur hjá, óþarft að vera að stoppa hér nema þá þar sem sæmileg sjoppa En kannski það ekki galið að geyma staðina svo hægt sé að rúta landið með ríka túrista að skoða lúðana og svo kæmu bófar og bastardar frá Brygð og Samverja að kræki kvótana og þetta því auglýst í útlöndum The Icelandic Dummy Show. Held ég. Það er allir, Jónas getur verið fullsamdur af þessu ljóði eins og svo mörgum öðrum. Ég held að hann sé mjög sannur þarna. Já, þetta er gott. Næsti gestur, fyrrverandi forseti Alþingis, einn vinsalasti rithöfundur þjóðarinnar og síðast en ekki síst, tengdamóðir Bjarna Ármannssonar. Skulum bjóða velkomna Guðrúnu Helgadóttur.
Sæl og blessi Guðrún mín. Gaman að fá þig í þáttinn. Má ég loksins kissa íhaldsmann? Þið ert ekki búin að kissa tengdasonin í mörg ár? Við gerum ekki voðalega mikið af því. Jæja, velkomin í þáttinn, gaman að fá þig. Þakka þér fyrir. Ertu ekki hress og kát? Jú, mjög svo. Þú lítur vel út, þykir mér. Þakka þér fyrir. Eins og unglamb. Já, ég segi það nú kannski ekki, en... Ég segi það. Þetta getur verið verra. Já, tvímælalaust. Já. Hvað ert þú að sýsla þessa dagana? Þú ert... Ég er nú, mig eins og Helga, sko. Já. Ég er nú verið að láta frá mér bók, svona cirka einu svona ári. Já, já. Og alltaf því nýbúin að því segir fólk, hvað ertu svo að gera, Guðrún? Og hefurðu eitthvað vinnu? Já. Hefurðu ekkert fengið að gera? En hérna... Sem sagt, ég er svona... Það var frábær bókið sem kom með síðustu jól. Já. Hvað, öðruvísi dagar var það ekki? Öðruvísi dagar, jú. Mjög skemmtilegt. Já, ég skrifa og ég hérna svona stuðla svolítið að því að bara svona vera notaleg í fjölskyldu minn, það ekki Bjarni? Passa litlu ungana og svona létti undir þessu fólki sem hefur svona óskaplega mikið að gera. Er hún kannski lykillinn að velgengni í Íslandsbanka? Nei. Stórhluti af því að... Nei, ég held að dóttir mín einu meiri í því, en svona ekki er ég til skaða heldur. Hvert á móti, en ég hef þess ekki séns. Það er einn maður sem kann að meta þetta. Og það er ungur maður sem er 5 ára og heitir Benedikt Bjarnason. Við lágum og kúrðum okkur eitt kvöld í rúmi mínu og þá fór hann að tala það hvernig börn eru til. Já. Af því hann hefur eitthvað grun að þetta að fæðast systkini seinna á árinu. Já. Og ég sagði náttúrulega fallega að þegar maður og kona kynntust og elskuðust óskaplega mikið, þá kæmi oft barn. En maður kona verður eiga mann eða kærasta til að eignast barn. Já. Þá færðist allt í einu, hann hugsaði sem svo færðist svona sælu brosi yfir hann og sagði, það er gott að þú átt ekki mann, amma, þá getur þið ekki átt barn. Eiginginninn alveg á fullu. En hérna, er hún ekki góð tengdamóðir? Hún er bara besta tengdamóðir sem maður getur hugsað sér. Já, er það ekki? Það er eitt vandamál. Bjóstu við einhverju öðru svari? Ég meina... Það er eitt vandamál, sko. Það er þegar ég er að svæfa, sérstaklega tvíburana. Já. Þá á ég ekki séns þegar ég er að segja þeim sögur á kvöldin í samkeppninni þá er beðið mömmu sína eða móðir Hérna náðu bara Jón og því og Bjarni Þetta er allra skemmtilegast að fólk því ekki Nei, en svo er ég svona ljúsýta hvað er að gera, lesa bækur og rækta garðinn minn og mér leiðist sem sagt alls ekki. Nei, manstu þegar þú hittir Bjarna fyrsta skipti, hvernig hérna koma þér fyrir sjónir? Mér verður það alveg ógleymanleg. Nú? Ég held ég að hún sagt það eitthvað frá því eitthvað áður, en það vildi svo til að eina sumarnóttu minnir mig. Vakna ég upp við það að það er einhver maður sem syngur, meira að segja heldur vel fyrir utan gluggann minn. Og ég hugsaði með mér hvaða Rómeó er nú þarna á ferð. Allir hann að hitta mig og ég læt þetta nú svona yfir mig ganga stund en hugsa við mér nei, það ég aðtóa hvað hérna á ferðinni margt skrítið fólk en ekki svona skrítið og lít út og þá stendur þessi ungi maður þar en hjúkrunarfræðineminn sem átti nú víst að fá sönginn svaf á sitt græna hinum megin í húsinu og frétti ekkert að þessum söngurinn daginn Varstu að veist þessum gluggan? Já. Það kemur verið best. Hann flúði sem fæturtóður. En þetta blessaðist nú allt saman. Já, kom hann vel fyrir? Sko, það var nú leið nú eitthvað ekki langur tími þangað til að dóttir mín bauð mér heim til hans. Þá bjó hann í herbergi þarna skammt frá og ég veit nú ekki hvort mér leist alveg á þetta. Því að eins og gengur á heimilum, þess eru margir ungir námsmenn. Það voru nú ofta að koma gulir miðar sem það varð að bjarga í bönkum bæjarins. Og sem ég kem í þetta herbergi þarna, þar sem dóttirinn mín var farin að verða tíður gestur, hvað er það fyrsta sem ég sé? Gulir miðar. Og ég hugsa með mér, nei, þessi gæi verður sjálfur að sjá sína gulu miða. Var það yfirdráttar svona? Já. Ég verður víst að játa það. Og hérna... Kartöflurækting gekk ekki þá þetta var náttúrulega utan bæjar piltur og ekki gæti ég vita það nátti nú
væna foreldra sem sá hans gulumiða. Svo það kom nú aldrei í minn hlut. En Guðrún, þingkona til margra ára og forsetinn þingsins, saknar ekkert þess hasars svona, nú er þingið að byrja að koma haust og svona, það ekki fiðring í Jú, ég er nú svo heppin að sem fyrrverandi forsetir, ég er ævinlega boðin við þingsetningu og ég fer þangað sjálfsagt, auðvitað sakna ég þess. Ég hef aldrei verið neitt að skrökva því að ég var ekkert endilega tilbúin til að hætta svona snemma. En þetta harður bransi og ekki síst fyrir konur. Já, eitthvað fyrir konur en kalla? Já, það verður alltaf að finna eitthvað yngra og fallegra. Þið eruð alveg ódauðlega sætir, svo það er ekkert að því. En nú auk þess var nú eiginlega flokkurinn minn lagður niður, svo verða gat það nú ekki verið. Þannig að þetta endaði nú svona, en það versnar vall úr þessu bara eins og Ríó myndi segja. Það versnar vall úr þessu. En ef þú værir á þinginu nú, getur verið með eitthvað eitt mál. Er eitthvað mál sem Ég myndi allavega ekki gera eitt sem ég sá að ungur þingmaður af kvenkyni, og ég þoli ekki að kalla fólk þingkonur, að sem ætlar að fara að gera þingið svona svolítið nútímalegra og lofaði því að hún yrði berfætt í þinginu, svo hún geti rétt úr tánum. Og ég fór að hugsa heima hjá mér í eldhúsi, óskaplega var ég nú fegin að þeir sessunautar mínu voru í sokkum sem sátu hjá mér árum saman í heitum salnum. En það er eitthvað svona sem þingi vantar. Já, einmitt. Eða ég held það. Já, einmitt. Hvernig er það, af því að þú sagðir að þinn gamli flokkur eru lagður niður, sem var náttúrulega Alþýðubandalagið og hann barðist fyrir kjörum gjarnan þeirra sem minnst máttu sín kannski, eða lökust höfðu kjörin í þjóðfélaginu. Og veitti ekki af. Veitti kannski ekki af, nei, sjálfsagt ekki, og alltaf eru tímar núna, þau veit það. En ég má til með að tefla ykkur aðeins saman í því hérna. Ég held að sá tími getur nú komið að þeirra verði sakna sem berjast í alvöru fyrir kjörum þeirra. Bjarni var að lofa góðari hérna rétt á það. Já, það er nú, Bjarni getur nú talað um ýmislegt fallegt en við erum kannski ekki alveg sammála um þetta. Nei, en hvernig bara fyrir þig að hann söng hann úti og þér líkar vel við hann prívat. Þú ert svona barðist fyrir þessum kjörum og ég held að þú bara sjálf var sagt að þú hefði bara verið með þessa sósíalísku hugsun. Já, ég er enn. Hann er með svona holdtekja, ég veit ekki hvernig hann er í skoðunum, en hann er svona holdtekja kapitalistans, fórstjóri í banka. Ég held það sé nú ekki alveg sanngjarnt. Nei, já, gott að vera. Ég held að Bjarni vilji nú ekki ganga á rétt neins, en það er náttúrulega með fólk sem hefur alist upp þetta miklu seinna en við, að það hefur auðvitað ekkert reynt á sjálfu sér hvað er að vera fátækur og fátækt er andstyggilegt fyrirbæri og gerir engan mann betri og ef við lítum náttúrulega á heiminn í heild þá er náttúrulega öll átök í heiminum vegna þess að sumir eru of fátækir og aðrir of ríkir. Þetta er ekkert flóknar en það. Svo kannski spurning hvort að Bjarnar og hans mönnum og hans kynslóð hefur tekist það sem hann var einmitt að berjast fyrir í stúdentaráði. Hann var að segja pólitíkin út úr stúdentaráði og svo pólitíkin út úr bönkunum. Bjarni kemur úr þeim jarðvegi sem ekkert ólíkum mínum að því leyti að kannski við vorum fleiri systkin og svona. En við vitum bæði að það hefur þurft að hafa fyrir hlutunum til þess að komast vel að. Og þannig að við erum ekkert svona silfurskeiða fólk. Nei. En ég hef áhyggjur af því núna til dæmis að á Alþingi Íslendinga hyggja það sé ekki margir sem hafa nokkuð tíman þurft að hafa áhyggjur af því hvort að fólk hefði til hnífs og skeiðar. Og ég held að það geti verið aldrei hættulegt. Bjarni, þú ert eini maðurinn hérna inni sem hefur ekki verið í pólitík, nema stúdentapólitík. Já, og þar vildi ég pólitíkin út. Já, áttu það eftir? Sko, ég held að sé afskaplega mikilvægt að gera greinum á tvennu. Annars vegar því að búa til verðmæti, sem er það sem ég er að fást við. Og hins vegar það hvernig maður dreifir verðmæti, sem er auðvitað hlutverk stjórnmálamanna. Og ég hef kunni afskaplega vel í þessu hlutverki að búa til verðmæti, hvort sem það eru kartöflur eða peningar. En hitt er auðvitað ekki hægt að horfa framhjá og er mikilvægt og ábyrgð auðvitað hvers og eins. Og þess vegna þarf maður að finna sér svona þann vettvang hvernig maður
hvaða stöðu maður býr sér til í því. Ég heyri strax að þetta sá garður sem þú hefur byggt upp í fjölskyldunni, garður granna sættir, sko. Þarna getur sæst þetta greinilega inn í fjölskyldunni. Já, og það held ég sé alveg, þó við tökumst nú á ýmislegt, en við erum til dæmis reyndar saman í velferðarsjóði barna á Íslandi, erum þar í forsvari ásamt fleira fólki og mjög umhugað þann þátt og viljum gera okkar til þess að stuðla að þeim málum. Ég held að fátækt sé vandamál í okkar samfélagi, ég held að það sé engin spurning og við því þarf að bregðast, en það þarf bara að gera það á skynsamlegan hátt og yfirvega og án upphrópana sem að sumum pólitíku sem mjög uppálagt að gera. Já, ég alveg sammála þessu að því leyti að það háir auðvitað allri pólitískri umræðu í þessu landi að hún mestanpart skætingur. Menn eru ekkert að ræða saman til að finna lausn á málum. Það með skæting? Já, menn eru með skæting hver út í annan og það auðvitað bjargar engu. Verða að setja punkt hérna vegna þess að það nú bara að vera búinn, en ég var búinn að taka þér loforðhelgi að þú myndir hóa í félagðinni hérna á hinu sviðinu og við myndum fá eitt gamalt og gott ríólag svona í lokin. Þú veitir það? Já, ég veit það eftirlega. Gerum það. Ekki að það fá strákana hérna yfir? Félagar komið hérna yfir Ágúst Óskar og Ólafur Tryggvi. Komið þessar og sæli báða tveir. Ólafur Ágúst. Með hljóðfærin. Þá Ríó tríóið fullkomnað. En eftir verða hverjir á sviðinu? Gunni? Gunnar Þórðarsson og Björn Thoroddsen. Já. Þeir komast ekki í þessa innstu klíku. Hvað ætlar að syngja? Sko, Bjarni, það vill svo vel til. Ég hérna með í brjóstvasanum ljóð eftir mig. Já. Eftir mig. Gullalda ljóð. Að ég búinn að tala svo mikið Jónas Friðrik. Það var jafnit að þessu. Ég segi það. Þetta er mitt gullaldar kveðskapur sem heitir Ég sá þig snemma dags. Já. Sko, ég finn hvernig þjóðin fer að gráta hrifningu. Þetta svo, ég heyri það bara líka. Ég heyri það. Fólkið allt landið milli. Skiptum við svo milli okkar. Strákar, þið kunnið þetta, ekki B? Jú, þetta. Guðrún, ætlar þú ekki að syngja líka með okkur? Nei, við höfum alveg hérna verðuvart fulltrúa fjölskyldunni, ég ætla að sleppa því. Þú vilt að ég syngja? Já, gott að vera. Já, þú skal syngja með. Þú búin að lofa því að syngja ekki? Já, þú syngur annað erindi. Annað erindi. Og Gísli lokar þessu svo. Þá verður ekki þurft auga, bara... Þú veist ekki hvað þetta byrjum. Nú byrjum við. Ég sá þig snemma dags sumar seint í ágúst saman til sólarlags. Við einn sátum ágúst af því ég átti þig og af því þú áttir mig. Við héldumst hönd í hönd inn í hamingjunar lönd. Og Bjarni! Svo heilsaði okkur lífið með hversdagslegu amstri. Mig valdi ekki gífið, ég kaupa vinnuamstrið. Af því ég átti þig og af því þú áttir mig. Við héldumst hönd í hönd inn í hamingjunar lönd. Gísli, tilbúinn. Sæ ég þig snemma dags sumar seint í ágúst saman til sólarlags. Við einn sætum áðúst af því ég ætti þig og af því þú ættir mig. Við myndum haldast hönd í hönd inn í hamingjunar lönd. Og svo Bæja, bæ, 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 bæ. Bæja, bæ, 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 bæ. Ég kveð ykkur, það var gaman að hafa ykkur með okkur í kvöld. Þakka ykkur öllum gestum mínum. Gaman að fá ykkur, gangi ykkur vel í öllu ykkar. Sjáumst á laugardaginn. Bæ, 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 bæ. Bæja, 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 bæ, 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 bæ.